Ég óska ykkur góðrar og gleðilegrar jólaháttíðar og býð ykkur velkomin til þessara guðþjónustu í Saurbæjarkirkju á Rauðasandi á öðrum degi jóla. Þessi guðþjónusta tekin upp og verður send út síðar því enn eru 10 manna samkomutakmörk sem við virðum að sjálfsögðu. Með mér eru Gestur og Lóa sem munu sjá tónlistina og ég bið að þessi stund verði okkur öllum til ánægju og næri hjörtu okkar. En við skulum byrja á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Hjálp vor kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Það er hefð fyrir því hér að við lesum saman inngöngubænina og hún á blaðsíðu 11, eða ekki, eða 13. Það er misjafnt eftir bókum. Og við segjum saman: Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vill við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjörð mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yfir synda minna trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bæn heyrð það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Jólin, jólin alls staðar, með jólagleði og gjafirnar. Börnin stórir standa hjá og stara jólaljósin á. Jólaklukkan boðskapir bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól. Við höldum heilu jól. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýr sé Guði í upphæðum Og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnunum. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Drottinn sé með yður. Og með þínum anda. Við skulum biðja. Eilífi Guð og Faðir, þú sem með fæðingu þíns elskaða sonar gafst heiminu lífið sem ljós mannanna, veit oss náð til þess að taka við honum í hjörtu okkar og verða þín börn í honum, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð aldir alda. Amen. Og þá ætlum við að syngja fyrsta sálminn sem er númer 80.
Lestur þessa dags úr Jesaja og hljóðar þannig. Sú þjóð sem í myrkri gengur sér mikið ljós. Yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Þú eykur stórum fögnuðinn, gerir gleðina mikla. Menn gleðjast fyrir augliti þínu eins og þegar uppskeru fagnað. Eins og menn fagna þegar herfangi skipt. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á herðum hans skal höfðingjadómur hvíla, hann skal nefndur undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir og friðar höfðingi. Mikill skal höfðingjadómurinn verða og friðurinn engan enda taka, á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti, héðan í frá og að eilífu. Vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Guði sé þakkargjörð. Og síðari ritningarlestur úr Títusarbréfi, öðrum kafla og hljóðar þannig. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur að afneita óguðleik og veraldlegum gindum og lifa hóglátlega, réttvíslega og guðrækilega í heimi þessum. Í eftirvæntingu okkar sælu vonar og að hinn mikli Guð og frelsari vor Jesús Kristur opinberist í dýrsinni. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfum sér til handa eignar líf, kostgæfin til góðra verka. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýr sé þér drottinn. Og þá ætlum við að syngja sálm nr. 563 sem hann heitir Nóttin svo ágæt ein. Á nýfæddu Jesú. Ó, það nr. 563? Já. Þá nýfæddur Jesú. Þá nýfæddur Jesú í öldunni lá, á jólunum fyrstu var dýrlegt að sjá. Þá sveimuðu englar frá himninum hans, því hann var nú fæddur í líkingu manns. Þeir sungu halleluja.
skallamaðurinn Matteus. Guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap. Fæðing Jesú Krists varð á þennan hátt. María móðir hans var föstnuð Jósef, en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilugum anda. Jósef, festamaður hennar sem var valmenni, vildi ekki gera henni opinbera minnkun og hugðist skilja við hana í kyrrþey. Hann hafði ráðið þetta með sér, en þá vitraðist honum engill drottins í draumi og sagði: Jósef, sonur Davíðs, óttast þú ekki að taka til þín Maríu heitkonu þína. Barnið sem hún gengur með af heilugum anda. Hún mun son ala og hann skaltu láta heita Jesús, því hann mun frelsa líð sinn frá syndum hans. Allt var þetta til þess að rætast skildi sem drottinn lét spámanninn boða. Sjá, yngismær mun þunguð verða og fæða son og lætur hann heita Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þegar Jósef vaknaði gerði hans eins og engill drottins hafði boðið honum og tók konu sína til sín. Hann kenndi hennar ekki fyrr en hún hafði alið son og hann gaf honum nafnið Jesús. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lof sé þér Kristur. Og við skulum standa áfram og játa trúna. Og ég held að það sé í opnunni á sumum bókum, hérna, trúarjátningin, en annars finni hana á síðari blaðsíðum. Ég trúi á Guð föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisun mannsins og eilíft líf. Amen. Og þá komið að Nóttin á samviti. Já. Það er salmur númer 72. Nóttin var svo ágæt í allri veröld ljósið skein, það nú heimsins þrautar leið, að þekkja nei sem væri. Með vísna söng ég vökkur að finna fram.
Við skulum biðja. Drottinn Jesús Kristur, þú ert þið sanna ljós sem lýsir öllum þjóðum. Lát birtu þess einnig ljóma inn í hjörtu okkar og huga, svo að í okkur verði ljós af þínu ljósi, til að lýsa upp myrkur þessa heims. Því að þú lifir og ríkir með Guði Föður í einingu heilags anda að eilífu. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og Drottni Jesú Kristi. Í spádómnum fæðingu frelsarans segir: sú þjóð sem gengur í myrkri sér mikið ljós, og yfir þá sem búa í landi náttmyrkrana skín ljós. Og Jesús sagði: ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Já, ljós eilífs lífs. Því að það er það sem fagnaðarerindi okkar boðar. Að Jesús sé hið sanna ljós sem að lýsir öllum þjóðum. Já, ljósið lýsir öllum svo að við þurfum að stíga fram í trú og hleypa því inn í hjörtu okkar. Rétt eins og ritningin segir að það rigni yfir réttláta og rangláta, að þá skín ljósið líka yfir réttláta og rangláta. Þess vegna þurfum við að hleypa því inn. Í spádómnum er dagurinn sem Jesús muni fæðast sagður vera dagur hinnar miklu gleði. Englar himins sungu af fögnuði og allur heimurinn átti að fagna, en fregnin af fæðingunni fór ekki víða. Samt getum við sagt að Guð hafi notað nokkurs konar ljósleiðara til að vísa vitringunum leiðina til Betlehem. Stjarnan skein hátt á himni og leiddi þá á réttan stað. Á sama hátt á ljós heimsins Jesús að vísa okkur rétta veginn til Guðs. Við fæðumst ekki með trúna í hjartanu þó við fæðumst inn í trúarlegt umhverfi, og þess vegna þarf hver og einn að rækta trúna í hjarta sér. Þetta er einstaklingsverkefni, sambandsverkefni milli Guðs og þín. Spádómurinn sagði að sonur Guðs ætti að heita Immanuel, sem þýðir Guð er með oss. En það eiga margir erfitt með að sjá Guð að störfum þegar að hörmungar dynja yfir. En hann hefur lofað því að vera með okkur allt til enda veraldar. Það er Guð sem gefur okkur styrkinn til að standast áföll og halda áfram þegar að erfiðleikar steðja að. Allar áskoranir sem við mætum í lífinu byggja okkur upp og gera okkur sterkari. Og hver reynsla gerir okkur úrræða betri og útsjónarsamari en áður. Það er sagt að Guð leggi ekki meira á okkur en við þolum, en það er ekki þar með sagt að við séum sátt við það sem er lagt á okkur. Þegar við horfum til Seyðfirðinga og þess áfall sem hefur dunið yfir þá verður maður áþreifanlega var við styrkinn sem fólkinu er gefinn, samhugan í samfélaginu og viljan til að vinna sem best úr ástandinu. Allir eru boðnir og búnir að hjálpa og þakkláttir fyrir að ekki fór verr. Þar segja það var ekkert manntjón. Á erfiðum stundum er gott að eiga Guð í hjartanu, gott að hafa Guð sem traustan vin, en það mun samt sem áður taka langan tíma að vinna úr svona áfalli eða hvaða áfalli sem er. Öll áföll taka toll, breyta okkur til frambúðar og við áfall endurmetum við hvað er mikilvægast í lífinu. En jafnvel mitt í erfiðleikum okkar sjálfra getum við skynið eins og ljós. Og það getur skynið ljós frá okkur. Og einmitt þannig á trúin að virka að styrkurinn sem okkur er gefinn á að skína til annara í kringum okkur, endurvarpast út í heiminn. Jesús er ljós heimsins og hátíð ljós og fríðar eru jólin. Jólin magnast hátíðleikin upp við að fara í kirkju, heyra orgeltónana, syngja hefðbundna jólasálma, því vaninn er ríkur hjá okkur.
Við setjum upp sömu jólaskreytingarnar ár eftir ár og það eru hreinlega helgispjöld að breyta matseðlinum. En það er ekki bara jólin sem er eftir ákveðinni uppskrift hjá okkur, það er margt annað í lífi okkar sem er það líka. En í hvaða munstri sem við höfum búið okkur til er ákveðin festa sem lætur okkur líða vel. Og nú hugsum við til þeirra sem að upplifa ekki þetta öryggi, eins og til dæmis seiðferðinga eða þeirra sem geta bara ekki af einhverjum ástæðum verið heima hjá sér á okkar helgustu hátíð. Ekkert verður eins og áður og fyrir liggur uppbygging hjá þeim og þá víkja hefðir fyrir því sem er mikilvægast. Fólk endurmetur, forgangsröðin breytist og við spyrjum hvað er dýrmætast sem við eigum. Og svarið er fjölskyldan. Það er alltaf fjölskyldan, okkar nánustu. Og þegar við segjum nánustu, þá erum við ekki að tala um mikinn fjölda því við hugsum í smáum einingum. En Guð hugsar stórt. Hann lítur á okkur öll sem eina fjölskyldu. Við erum börn Guðs og hann vill eiga okkur öll. Vill ekki að neinn úr hópnum glatist. Þess vegna gaf hann son sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Ljósið kom í heiminn því að Guð vill að við týnumst ekki í myrkrinu. Og á jólum, hátíð ljós og friðar, lýsum við upp í kringum okkur. Við leyfum ljósinu að skína inn í hjörtum og frá okkur til annara, því það gefur okkur hinn sanna jólafrið. Og með þessari bæn skulum við þakka Guði fyrir kærleika hans til okkar. Eilífi Guð, við þökkum þér fyrir þá miklu gjöf sem þú gafst okkur þegar þú gafst okkur son þinn Jesú Krist svo hann gæti frelsa okkur frá syndum okkar. Þakka þér fyrir að ná þínu ný á hverjum degi og hver dagur er sem nýtt upphaf í trúargöngu okkar með þér. Við lofum þér og tignum þér og þökkum þér. Amen. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Takk í postulegri blessun. Náðin Drottins oss Jesú Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður að eilífu. Amen. Og þá ætlum við að syngja. Já, við erum búin að syngja svo mikið, þannig að hér kemur aukalag. Og það eru hvít jól. Amen. Við skulum biðja. Við þökkum þér miskunnsami Faðir fyrir þessa fagnaðaríku hátíð. Við gleðjumst yfir fæðingu frelsara voss, halt okkur fast við hann, svo að við fyrir trúna á hann öðlumst hann frið sem enginn megnar að taka frá okkur. Fyrir Jesú Krist Drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Himneski Faðir, þú gefi okkur athvarfi kirkju þinni á jörðu,
Við biðjum þig að varðveita okkur og styrkja í sannri trú, svo að við í orði og verki vegsum þitt heilaga nafn. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Við felum þér heimili okkar og fjölskyldur, við biðjum þig að blessa þá sem finna til einmanaleika, óöryggis, syrgja ástvini eða geta ekki dvalið með sínum nánustu. Megi ljós þitt lýsa okkur veginn til þín og hvern mann til trúar á þig. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Við felum þér líf okkar á starf og biðjum þess að við megum vinna ljósins verk meðan dagur og við getum staðið örugg frammi fyrir þér þegar ævinni lýkur. Við minnumst þeirra sem sofnaðir eru, þeir hvíli í friði og þitt eilífa ljós lýsi þeim. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Drottinn, við þökkum þér fyrir að senda okkur einkason þinn Jesú Krist, þitt lifandi orð, og gerðir hann að frelsara og endurlausnara fyrir alla menn og jörðu. Þakka þér fyrir að gæska þín og góðvild yfirsterkari öllu öðru og blessar okkar daglega líf. Fyrir Jesú Krist drottinn vor. Drottinn, heyr vora bæn. Og allar bænir voru að fela við þeirri bæn sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þökkum drottni og vegsömum hann. Drottni sé vegsemd og þakkar gjöf. Meðtakið drottilega blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen. Og þá það síðasti sálmarins og ég vona að það ekki allir vel undir. Það ekki jólnumar að syngja þetta. Númer 82. Þín sem góð, helgaðu jól, signuð væri sópur sól, frelsum mannanna frelsisins king, frumglæði ljósins sem gjörvöld mann
svo bænina, haldt í hefðina. Ég þarf að kíkja á hvað blaðsíðu hún er. Messulok, útgöngubæn. Sjónin er aðeins að byrja að gefa sig hjá mér. Þá segjum við saman, Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig minnt mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen. Takk fyrir, ég þakka ykkur kærlega fyrir þessa fallegu stund.